það hefur gífurlega mikla þýðingu vegna þess að þetta opnar í raun og veru fyrir okkur aðgang að hljóðbókum, hljóðbókasafnsins, nánast hvar sem við erum, því að það eru svo sem ekki margir staðir eftir í dag þar sem að maður getur ekki verið í online eða í internetsambandi og þetta gefur manni færi á því að vera að hlusta á hljóðbækur þess vegna þegar maður er út að labba, heima hjá sér, á ferðinni, í ræktinni eða hvar sem er og svo þetta, ég nota þetta fyrst og fremst sem afþreyingartæki, þar sem ég er að hlusta á bækur sem að mér finnst bara skemmtilegt að hlusta á og maður hefur auðvitað aðgang að miklu úrvali. En svo getur maður séð fyrir sér líka þeir sem er í námi að það mun auðvitað gagnast þeim mjög vel að geta haft aðgang að hljóðbókunum nánast bara hvenær sem er og hvar sem er, bara í gegnum þessi brilljant tæki sem þessi símar er orðnir. Appið opnar í rauninni hljóðbókasafnið svolítið fyrir mig því að ég hef lítið verið að nota það. Ferlið fyrir mig að hlusta á hljóðbækur hefur verið svolítið leiðilegt. En þarna er maður bara með mjög auðvelt aðgengi að bókunum. Og ég nota símann minn mjög mikið og hlusta mjög mikið á hlaðvörp og annað efni á netinu og núna er ég komið með hljóðbækurna líka. Og það bara þýðir fyrir mig að núna er ég byrjaður að nota safnið. Sumt breytist, annað ekki. Samsung þróast með þér.